Ágætu gestir og ráðherra, hjartanlega velkomin hér í dag, þið sem hér sitjið og líka þið sem heima sitjið og fylgist með okkur. Ég vil bara byrja að segja til hamingju með daginn. Í dag dagur íslenskrar náttúru og mikið gaman að við skulum vera henni saman í dag og fagna á þessum degi. Margir velta fyrir sér af hverju við séum að fjalla plastmengun og loftslagsvá og innblásturinn kemur frá umræðinu miklu sem var plast, rörið á plaströrum sem margir héldu að þetta vera aðgerð í loftslagsmálum, en það ekki aðgerð í loftslagsmálum, en plastmengun og loftslagsmál tengjast svo sannarlega. Og við erum ekki síður hér í dag til að fagna því sem vel gert, af því það má ekki gleyma því. Og það svo margt sem vel gert og við erum svo glöð að fá að vera með Bláskilni sem dregur fram alla frábæru hluti sem að gerast. Og ég ætla ekki að hafa þetta lengra, en ég ætla að bjóða Sævar Helga Bragason, fundarstjóra. Gjörðu svo vel, Sævar. Takk kærlega fyrir og takk fyrir að sýna mér það traust að leyfa mér að vera fundarstjóri hér í dag. Nú, fyrst til að ávarpa okkur eftir Kolbrúnu Sigríður Ingvarsdóttir, fyrrverandi forstjóri Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands, sem ætlar að segja okkur frá störfum dómnefndar Bláskilnarinnar. Bláskilin þetta viðurkenning sem veittir fyrirtæki, stofnun, einstaklingi eða öðrum fyrir framúrskarandi lausnir sem stuðla minni plastnotkun og plastúrgangi í samfélaginu. Og ég ætla bara að gefa Sigríði orðið. Gjörðu svo vel. Hæstvirtur ráðherra og kæru áheyrendur nær og fjær. Sigríður Ingvarsdóttir heiti ég, sem framkom hérna áðan og fyrrverandi forstjóri Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. En ég að ávarpa þessa samkomu fyrir hönd dómnefndar Bláskilnarinnar. En hana skipuð ásamt mér, hún Aðalbjörg Birna Guttormsdóttir, sviðsstjóri hjá Umhverfisstofnun, nafna mín Sigríður Mogensen, sviðsstjóri hjá Samtökum iðnaðarins, Natalie Quillette fyrir hönd Plastlaus september og Björk Guðbjörnsdóttir fyrir hönd ungra umhverfissinna. Og ég vil þakka þessum stöllum mínum fyrir mjög góð störf, ásamt þeim Hildi og Gró hjá Umhverfisstofnun sem héldu utan allt verkefni frá A til Ö. En þetta í þriðja skipti sem að Bláskilin afhent fyrir framúrskarandi og nýskapandi lausnir í plastmálefnum. Ég hef verið þess heiðurs aðnjótandi að vera í dómnefnd öll árin. Og það hefur verið gaman að fylgjast með þeirri grósku og þeim lausnum sem hafa vaxið fram á undanförnum árum. En í ár voru 17 aðilar tilnefndir í 25 tilnefningum. Við val á verðlaunahafa var horft til nýsköpunargildis viðkomandi lausnar, hvert framlag lausnarinnar til umhverfismála, hvort á lausnin kom í staðinn fyrir tiltekna plastvöru og hvort lausnin hafi möguleika á því að komast í almenna notkun. Í ár lögðum við einnig sérstaka áherslu á hvort að lausnin stuðli að innleiðingu hringrásarhagkerfis. Plast nefnilega mjög gagnlegt hráefni ef við endurnotum það og endurvinnum í auknum mæli. Þó að allir tilnefndu aðilarnir eigi það sameiginlegt að leggja sitt af mörkum, þá var dómnefndin fljótt sammála að það væru 4 fyrirtæki sem að komist í svokallaðan úrslitahóp og mig langar að segja ykkur frá þessum úrslitahóp áður en lengra haldið. Og best að taka þessi fyrirtæki bara fyrir í stafrófsröð. En það í fyrsta lagi Bambahús. En Bambahús gróðurhús sem gefa 1000 lítra vatnstöngum með járngrind framhaldslíf. En þessi tankar kallast bambar. Bambarnir notaðir undir innflutning á vökva, en eftir notkun flestir fluttir úr landi í niðurvinnslu eða brenndir til orkunýtingar. Aðeins einu ári hafa bambahúsin komist í notkun í 5 leikskólum og 6 grunnskólum. Þar nýtast gróðurhúsin sem tæki fyrir kennara til að fræða börn matvælaframleiðslu og matarsóun. Dómnefnd Bláskilnarinnar fór í heimsókn í einn slíkan skóla og hrifning bæði kennara og nemenda leyndi sér ekki og sögðu eiginlega allt sem segja þurfti þessa lausn.
Fyrirtæki númer 2 í þessum úrslitahóp okkar Hemppak, en það ungt íslenskt líftæknifyrirtæki. Hemppak stefnir að því að framleiða niðurbrjótanlegt lífplast úr næringaríkum úrgangi sem fellur til meðal annars við landbúnað og matvælaframleiðslu. Þessi úrgangur nýttur til að framleiða svokallað PHA-plast, en framleiðslan sjálf í höndum örvera sem nýta úrganginn sem orkugjafa. Í PHA-framleiðsluna ekki sett nein íblöndunarefni, en sum íblöndunarefni í plasti geta haft hormónaraskandi áhrif bæði á fólk og flóru. PHA-efnið meira að segja svo hættulaust að óhætt að leggja sér það til munns. Ólíkt algengu lífplastefnum eins og PLA sem brotna einungis niður í iðnaðarmoltugerð, þá brotnar PHA-plast niður í lífræn efni í náttúrunni og heimajarðgerð. PHA-plast getur því orðið umhverfisvænni staðgengill hins hefðbundna plasts. Þriðja fyrirtækið sem komst í úrslitahópinn Pure North Recycling, en það fyrirtæki sérhæfir sig í endurvinnslu á plasti og eina fyrirtækið í rauninni sem endurvinnur plast hér á landi. Nýsköpunargildi Pure North felst í því að fyrirtækið nýtir jarðgufu bæði við þvott og þurrk á plastinu sem þeir endurvinna, og þessi aðferð minnkar kolefnisspor endurvinnslunnar 75% miðað við evrópska plastendurvinnslu. Í dag þá tekur Pure North á móti mörgum tegundum plastefna til endurvinnslu og má þar helst nefna heyrúlluplast, pökkunarfilmur utan af vörubrettum og umbúðir. Þetta hráefni hefur Pure North síðan notað til eigin vöru framleiðslu og verið í samstarfi við innlenda aðila vöruþróun. Og með því að endurvinna 1 tonn af plasti komið í veg fyrir framleiðslu á 1,8 tonnum af olíu sem hefði þurft til að búa til 1 tonn af nýju plasti. Pure North endurvinnur nú 2000 tonn af plasti og stefnir í framtíðina á enn meiri endurvinnslu. Fjórða fyrirtækið sem hér ræðir te og kaffi, en te og kaffi var valið í úrslitahópinn fyrir nýjar umbúðir utan kaffi þeirra sem selt í matvöruverslunum. Hér áður voru umbúðir fyrirtækisins úr blöndu af hefðbundnu plasti og áli, en slíka blöndu ekki hægt að endurvinna aftur í plast. Te og kaffi notaði 17 tonn af plasti árlega í umbúðir sínar, en nú, árið 2021, allt kaffi sett í niðurbrjótanlegar umbúðir unnum úr plöntusterkju og trefjum. Umbúðirnar 5 sinnum dýrari en þær umbúðir sem te og kaffi var að nota áður, en þann kostnað hefur fyrirtækið tekið sjálft á sig, enda telja forsvarsmenn fyrirtækisins það vera hluta af sinni samfélagslegu ábyrgð að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum sinna framleiðslu. Eins og heyra má af þessari upptalningu og yfirferð á öðrum tilnefningum, þá margt jákvætt að gerast varðandi þessi brýnu mál, og dómnefnd var vissulega vandi á höndum að velja eitt af þessu frábæru fyrirtækjum til þess að hljóta viðurkenninguna. En ég að hugsa að láta umhverfis- og auðlindaráðherra eftir að tilkynna hver hlýtur bláskilin í ár. Bestu þakkir fyrir mig. Sæl og blessuð öll sömul, gaman að fá að vera með ykkur í dag og kærar þakkir til ykkar sem hafi staðið að undirbúningi fyrir að láta þetta verða veruleika. Það alltaf gaman þegar maður lítur aðeins tilbaka. Ég held að það hafi verið 2018 þegar ég setti saman hóp af valinkunnu fólki til þess að setjast niður og koma með hugmyndunum hvað getum við gert í þessum plastvanda. Þau lögðu fram sínar hugmyndir, ef ég man þetta rétt, í nóvember 2018 og við tók vinna í ráðuneytinu í samstarfi við marga aðila að útfæra þessar hugmyndir frekar, og eina af hugmyndunum eins og þið þekkið var bláskilin. Þó sem hún hafi ekki heitið það þá, hún hafi ekkert heiti til að byrja með. Og það voru hið ágæta, ef ég man þetta rétt, starfsfólk umhverfisstofnunar sem kom með þessa hugmynd. Þetta skiptir máli.
Það skiptir máli að segja við fólk sem að stendur sig vel að það standi sig vel. Að segja því að það skiptir máli að það sé að stíga skref sem að ekki bara eru mikilvæg til þess að draga úr mengun og ýta undir umhverfisvæna hegðun, heldur að skiptir líka máli til þess að fólk haldi áfram að gera þessa hluti. Og ekki bara fólki sem fær viðurkenninguna, ekki bara fólki sem tilnefnt, heldur öll hin sem eru líka til í þessa vegferð. Og það er það sem að skiptir máli. Þess vegna er þetta mikilvægt. Og það er nú einhvern veginn þannig að við sem að sitjum hér út í sal og erum áhorfendur að því að, eða erum að hlusta á þessi frábæru verkefni sem að hér eru nefnd, þetta virðist allt eitthvað svo rosalega einfalt. En á baki þessu er alveg ómæld vinna. Vinna þeirra sem að í þessum fyrirtækjum við það að þróa og búa til eitthvað sem að búa til betri heim fyrir okkur hin. Og svo þið sem að farið yfir þetta, ég veit þetta er líka mikil vinna og ég vil þakka ykkur kærlega fyrir það. En þess vegna skiptir líka máli að við gerum umhverfið sem að fyrirtæki og einstaklingar búa í með þeim hætti, gerum það þannig úr garði, að það sé auðveldara að hafa aðgang að fjármagni til nýsköpunar, það sé auðveldara að hafa aðgang að fjármagni til grunnrannsókna og líka til afleiddra rannsókna eða applied science. Og þetta er hlutverk stjórnvalda, að passa upp á þetta. Ég var að kíkja á tölur núna, held ég í gær, endurgreiðslur sem eru borgaðar inn í þróunarstarf og nýsköpun í íslensku atvinnulífi. Og ég minnir, ég man þessar tölur kannski ekki alveg og ég veit að við erum að útvarpa þessu, þannig að þið takið viljan fyrir verkið. Mér minnir þetta að verið 4,5 milljarðar sem að fara í þessar endurgreiðslur árið 2015 eða 16 og þær eru komnar yfir 10 milljarða í ár. Þannig að þið sjáu hver skalinn er á því hvað þetta er að aukast. Og það segir okkur líka bara hvað er margt að gerast. Og ég ekki bara segja hvað er gaman að lifa á Íslandi þegar við erum að sjá heiminn breytast fyrir framan augun á okkur. En það er sko alveg langt í land líka. Ég skal nú ekki vera alveg svona bjartsýnn. Nei, svona jákvæður. Ég hef lagt á það áherslu í minni ráðherratíð að plastmálefnin eru eitthvað sem við verðum að taka alvarlega. Og ef maður lítur bara 10 ár aftur í tíman, þá vorum við ekki að pæla svona mikið í þessu. Plastlaus september er átaksverkefni hjá frábærum hópi fólks og ég á ból og allt og Sigga spurði mig hérna áðan aðstofakona mín hvað er bólur? Hann ætlar að rífa skyrtuna utan að þér og þá ertu alltaf inn í bólnum eða hvað er það sem hann ætlar að fara að gera hérna og það er ekki sátt við að ég skildi ekki hafa komið í bólnum en hann er heima. Þetta skiptir máli og ég vil bara fá að koma þakklæti mínu fyrir hönd stjórnvalda til ykkar. Ég hef lagt áherslu á þessi málefni og sérstaklega kannski tvennt að við Íslendingar og Ísland sem ríki styðji við þróun og gerð alþjóðasamnings sem gegn plastmengun sérstaklega í hafi. Og þetta er eitthvað sem að gerast á alþjóðavettvangi núna. Það verið að ræða þetta á vettvangi Sameinuðu þjóðanna og fundur sem að verður framhaldsfundur umhverfisþings Sameinuðu þjóðanna sem verður haldið í febrúar næstkomandi í mandarétt. Þar verður þetta málefni tekið fyrir og það verið að reyna að fá fleiri og fleiri þjóðir á vagnin. Og þetta skiptir máli. Við sjáum loftslagssamningurinn sem var til 1994. Hann vonandi byrjar að virka núna með Kyoto-bókuninni fyrst og síðan Parísarsamningnum. Þetta þurfum við líka fyrir plastmengun. Vegna þess að plastmengun, hún virðir ekki landamæri frekar en sú mengun sem veldur breytingum á loftslagi. Og þá kemur maður að þessu skondna og það þessi blessaða upplýsingaóreiða sem að stundum í gangi. Það hefur verið sagt mig og maður svona hefur eiginlega bara ekki gaman að því en samt stundum. Þegar það sagt að einu sem ég hef gert í loftslagsmálum sé að banna plastpoka og plasturör. En það ekki því fólki að kenna sem að
beitir þeirri gagnrýni, heldur kannski eigum við að vera duglegri að útskýra hver eru tengslin á milli, loftslagsmála og plastmengunar. Og kannski í grundvallaratriðum, og eins og þið vitið að þá erum við ekki að grípa til þess að banna óþarfa einnota plast til þess að bjarga loftslaginu, heldur eiginlega frekar hafinu og því lífríki sem að þar þó svo þetta vissulega tengist á ákveðin hátt. En ég segi bara að þegar að við sem að viljum stíga skref og höfum verið að stíga skref hérna í sameiningu, grípum til aðgerða eins og þessara, banna plaströrin, banna plastskeiðarnar og svo framvegis, og síðan kemur gagnrýni á okkur sem hóp fyrir það að vera að berjast fyrir þessu vegna þess að lausnirnar séu papparör og pappaskeiðar sem að við skulum bara öllu viðurkenna ekkert rosalega þægilegt að nota. En þá segi ég, það nú til alveg fleiri lausnir sko. Ég hef til dæmis borðað með venjulegri skeið allt mitt líf og svo eru meira sér að koma rör sem að eru úr, við skulum segja, stöðuri harðari efnum, stálrör eða hvað þetta sem að í þessu. Þannig að eigum við ekki bara að leyfa markaðnum að eiga það að klára þetta dæmi, en það sem við erum að gera að segja, nei, það ekki ásættanlegt að við höldum áfram að setja þessa hluti út í náttúruna. Og við verum að standa saman í því að tala hlutina þannig að, já, kannski þetta eitthvað millibilsástand, en það verður þá bara að ganga yfir með einum eða öðrum hætti og fáum bara fyrirtækin í lið með okkur til þess að leysa þessi mál. Nú þetta nú eins og stundum að ég gleymi ræðunum minni í vasanum og þá ætla ég að fara að athuga hvað ég ætlaði mér að segja hérna. Og hefst á lesturinn. Nei, þetta nú svona verða nokkurn veginn komið bara. Þá eiginlega bara komið að því að tilkynnum verðlaunahafan. Þetta var aðeins svo löng þögn. En nú tilkynni ég hver það sem að hlýtur bláskilina í ár fyrir framlag sitt til plasthringrásarinnar á Íslandi. Og bláskilina 2021 hlýtur Pure North Recycling. Við hamingju. Þannig að Börkur held ég að sé hér á meðal vor, ekki satt? Þarna ert þú og ég horfi í hináttina. Það byrja þig að koma upp og taka á móti þessu, og þetta svo fallegt, þetta var svona líka fyrra. Þessu hérna, við verðum vist að, ef við ekki að gera þetta hér, já, við tökum bara mynd annars þar eftir, en Börkur, innilega til hamingju með þetta. Takk, og haldið þið áfram að þróa lausnir til þess að efla innlenda endurvinnslu. Langar að segja ykkur örlítið frá því að við gerðum lagabreytingar í vor, þar sem að ég vonast til þess að munu leiða af sér meiri innlenda endurvinnslu og bara vonandi það eitthvað sem að mun líka efla ykkar fyrirtæki en mörg önnur, to come, sem að segja á ensku, sem að eiga eftir að spretta upp. Heyriði, þetta ekki bara komið? Innilega til hamingju Börkur. Já, komið sæl og takk kærlega fyrir. Við erum ákaflega stolt og þakklátt af þessari viðurkenningu. Fyrirtæki okkar ungt, en við erum búin að fara langan veg frá því að við byrjum og þetta hefur verið afskaplega skemmtilegt en líka mjög krefjandi og margar hindranir, en ykkur að segja þá hefur breyst margt á svona síðustu 2 árum. Fyrirtækin hafa stigið upp, einstaklingar hafa stigið upp og nú síðast eins og hæstvirtur ráðherra var að segja, þá stigu stjórnvöld upp og framkvæmdina ákveðna lagabreytingar sem munu á öllum líkindum greiða veg okkar og annar fyrirtæki sem vilja búa til meiri lausnir, fleiri lausnir fyrir hringrása hagkerfi sem við ætlum okkur að búa til hérna á Íslandi og við þurfum eiginlega að byrja á því núna. Það eiginlega gengur ekki annað, en við erum alls ekki hætt, við ætlum að halda áfram og þessi viðurkenning blæs okkur sannlega kjark í brjóst. Takk fyrir.
Takk Mummi fyrir að gefa þér tíma frá friðlýsingum til að koma og afhenda þessi verðlaun. Hvað var það, 28 eða? Vel gert. Bráðum verður þú friðlýstur líka. Hver veit. Herri, þá ætlum við að fá smá vídeó sem sýnir okkur verðlaunahafn. Starfsemin okkar er rauninu bara endurvinnsla í sinni skýrustu mynd og það er rauninu bara að koma plasti aftur í plastframleiðslu. Við viljum eina við sem við framleiða umhverfisvænasta plast í heiminum í dag. Við erum með 80% lagra kolefnisspor á hvert framleitt tonn með við sambærilega vinnslu í Evrópu. Við erum eina endurvinnslufyrirtækið á landinu sem er að endurvinna plast. Nýsköpunargildið hjá okkur felst fyrst og fremst í orkuskiptum í endurvinnslu og að nýta í rauninni svokallaða glatorku eða orku sem er vannýtt í endurvinnsluferli og það var sérst hugmyndin að nýta jarðvarma sem að fellur til hér á landi hjá okkur og við þekkjum mjög vel í endurvinnsluferli. Í rauninni var ekki raunhæft að fara í endurvinnslu á plast á Íslandi með hefðbundnum endurvinnsluaðferðum eins og þetta er gert meginlandi Evrópu. Eins og til hans jarðvarma og hvernig við nýtum hann, við fullnýtum hann í rauninni. Við notum hann bæði í þvottin á hráefninu og þurrkin á hráefninu. Þannig að þarna sparast alveg gífurlega miklu fjármunir og mikil orka með því að nýta þarna orku sem annars er bara blásið út í loft. Þetta er gífurlega spennandi, fullt af tækifærum í þessu og þetta er rauninni bara ný iðngrein sem verið að búa til hér á landi. Hlutverk okkar í hringrásarhagkerfinu eru náttúrulega við erum millistykki sem þarf þarna á milli. Það er sem sagt að taka afsettar afurðir, búa til hráefni sem er svo hægt að nýta aftur. Ef að þessi starfsemi er ekki hér á landi, þá getum við ekki búið til þess að hringrás hér á landi. Það hefur verið alltaf auðvelt og ódýrt að framleiða nýtt plast, þannig að við höfum ekkert verið að hugsa afsetninguna á því. En ef við náum þessu plasti sem er búið að afsetja aftur inn í hringrásina, þá þurfum við ekki að framleiða svo mikið af nýju plasti. Plast í grunninn er frábært hráefni og ef það er notað rétt að segja. Þessi dæmi hefur verið að skoða þetta eins og okkur að geta nýtt svona lægri flokka í plastefnum í girðingarstaura. Við erum að skoða pallaefni, skjólgirðingar, garbekki. Það eru endalausa möguleikar. Það er bara að fá ímyndunarafl á stað og fara að velta fyrir sig hvað hægt er að gera. Og þetta er svolítið fjarlægt fólki. Fólk veit ekki hvað gerist þegar það er búið að flokka kannski plastið heima hjá sér og samviskusamlega að þrífa skýrdósunar og þess aftar. Hvað gerir svo næst? Og þetta hefur svolítið verið vantað þessa sýn og hvað er að gerast. Þannig að við höfum svolítið verið að fókusera það núna að opna umræðina, bjóða fólki í heimsókn, bjóða fyrirtækjum í heimsókn og auka fræðslu og sýna hvað verður er hráefni. Dæmum þetta til dæmis að við erum að vinna mikið af heyrúlluplasti sem kemur frá landbúnaðinum. Við gerum samninga núna við búnaðarsambandið og bændur að safna plasti frá bændum. Nú erum komið þróunarverkefni í gang að framleiða og girðingarstaura. Þannig að þarna erum við að loka hringrásinni hérna heima sem væri ekki hægt nema endurvinnsluferlið færi fram hér. Stór hluti af því sem við erum að gera í dag með fyrirtækjunum. Við erum komin í fyrirtæki, veita meiri fræðslu, þekkingu og varðandi flokkun og annað slíkt. Þannig að þetta er svona, eins og við segjum, svona auka afurð sem hefur orðið til við endurvinnsluna hjá okkur. Bláskilin, þessi viðurkenning hefur gífurlega mikil áhrif fyrir okkur. Hjá okkur starfar 12 manna hópur sem er afar metnaðarfullur, búinn að leggja mikið á sig til þess að ná árangri. Slík viðurkenning skiptir okkur miklu máli og er okkur hvatning til betri og fleiri verka. Glæsilegt og aftur til hamingju og sömuleiðis þeir sem voru tilnefnd. Frábær verkefni og sem gaman var að fjalla á öðrum vettvangi seinna meir. Nú, næst á dagskrá hjá okkur er Ragnhildur Friðriksdóttir, verkefnastjóri hjá Matís. Hún er líffræðingur með meistaragráðu í umhverfis- og auðlindafræði sjávar frá Háskólanum í York í Bretlandi og hefur á undanförnum árum unnið að fjölmörgum verkefnum sem snúa að umhverfis- og loftslagsmálum. Þar sem hafið, lífríki þess og auðlindanýting hefur yfirleitt verið í forgrunni. Hún starfaði áður hjá World Wildlife Fund í Þýskalandi og Háskólanum í Alaska Fairbanks. Ragnhildur, gjörðu svo vel. Góðan daginn. Ég heiti Ragnhildur og ég var fengin hingað í dag til að
ræða svona það einmitt, hvernig plastmengunin og loftslagsmál tengjast og ég ætla að ræða það í dag svolítið svona út frá hafinu og lífríki sjávar. Eins og hefur komið fram hérna nú þegar, þá eru að ræða 2 aðskilin vandamál. En það eru hins vegar margir snertifletir í þessari baráttu og ég ætla að koma aðeins inn á það þá sem að snúa svona helst á hafinu. Svona fræðsluerindi /hugvekja, fræðsluhugvekja, ég veit ekki hvort það til. En ég ætla að byrja á því að ræða svona aðeins loftslagsbreytingarnar og áhrif þeirra á hafið. Vísindasamfélagi hefur nú sammælst það að loftslagsbreytingar koma til með að hafa mikil áhrif á hafið og lífríki hafsins. Og ég meina meira segja að við höfum nú þegar ýmis merki þessar breytingar. Það eru nú þegar heilmiklar breytingar sem átt sér stað. Og mér langar núna þegar við förum gegnum þennan lista bara svona stuttlega að þið hafi líka bak við eyrað að það eru í eiginlega öllum tilfellum ekki bara að ræða einhver bara umhverfis eða líffræðilega breytingar. Við erum eiginlega alltaf að tala einhvers konar afleitar eða óbein áhrif á efnahag, á samfélög, einstaklinga, efnahag heilu þjóðanna. Þannig að við skulum hafa það eins og bak við eyrað. En bara svona að nefna nokkur dæmi mögulega áhrif loftslagsbreytinga á hafið og lífríki sjávar, þetta eru bara nokkur dæmi af mörgum. Náttúrulega hækkun á hita og sýrustigi sjávar, þó að súrnun sjávar sem náttúrulega ekki birtingarmynd loftslagsbreytinga birtingarmynd náttúrulega bara aukins styrks koltvíoxíðs í andrúmsloftinu. En engu að síður eitthvað sem kemur til með að geta haft mikil áhrif á lífríkið. Breytingar á hafstraumum, ýktar sveiflur í veðri og þessi öfgakenndari veður sem búið að vera að tala þar að segja að við þurfum að sjá aukna tíðni af hvirfilbyljum, flóðum og þar fram eftir götunum og þessi veður kom til með að vera öfgakenndari þegar þau verða. Hækkun sjávarstaða vegna bráðnunar jökla náttúrulega. Breytingar í útbreiðslu og mynstri og farmynstri tegunda. Geta verið ýmsar birtingarmyndir. Við getum séð að tegundir fara annaðhvort að útbreiðslusvæðið að minnka, þau geta stækkað, þau færa sig til og slíkt getur haft mikil áhrif eins og ég kem inn á eftir. Svo stofnstærri breytingar, stofnar koma til með að stækka og þau koma til með að minnka. Við komum til með þessar breytingar í vaxtarhraða, kynþroska aldri lífvera, breytingar í fæðukeðjum og fæðuframboði og búsvæðaeyðingu. Þetta eru bara nokkur dæmi sem ég langa að byrja á því að koma aðeins inn á. Og svona því ég nefndi svona afleidd efnahagsleg og samfélagsleg áhrif, þá langar mér rétt bara að koma inn á þetta núna, eru þessi áhrif á sjávarútveginn og aftur þetta eru bara örfá dæmi af mörgum sem við gætum komið til með að sjá að rannsóknir sýna að heimsafli komið til með að draga saman. Sum svæði koma vissilega til með að sjá aukningu í afla, önnur samdrátt, en svona heilt á litið talið að heimsafli muni draga saman. Ég nefndi að það verða breytingar í útbreiðslusvæðum, tegundir og það á meðal deilistofnanir. Þeir koma til með að færa sig úr stað, þannig að allt í einu kannski koma tegundirnar til með að birtast nýjum lögsögum og þá koma til deilur hver á rétt af veiðiheimildum og svoleiðis. Einhver dæmi sem við erum þegar farin að sjá hér á Íslandi. Breytingar í samsetningu afla, stofnanir minnka, það koma að kannski aðra tegundir í netin en áður, önnur hlutföll. Og svo hættulegri vinnuskilyrði á hafi úti og það eru svona ýmsar birtingarmyndir sem koma þar til greina og það geta verið svo sem skemmdir á innviðum, lengri vegalengd á veiðislóð og svo aftur út af þessum öfgum í veðri, þá geta myndast hættulegri aðstæður. En hvernig kemur þá plastið öllu þessu við? Svo við byrjum náttúrulega kannski að tala fyrst svona hérna augljósu tengingu, náttúrulega að plast og plastframleiðsla með stórt sótspor. Allt frá vöggu til grafar, þannig að allt ferlið gefur frá sér gróðurhúsalofttegundir og framleiðslan, förgun, endurvinnslan og það meiri segja rannsóknir sýna að þegar plast komið út í umhverfið, þegar það gerist, þá heldur áfram og losa frá sér gróðurhúsalofttegundir. En þetta ekki tengingin sem ég ætla að fjalla í dag. Heldur langar mér bara að beina athygli ykkar að þessum myndum, þessar 4 myndir sem þið sjáu hérna. Þetta allt svona, virðist allt vera þokkalega góð jafnvægi þarna, þetta eru hrein svæði og þar fram eftir götunum og allt virðist vera þannig bara í blóma. Staðreyndin nefnilega sú að við þurfum að halda vistkerfum sjávar
heilbrigðum og þau þurfa að vera í sínu besta standi til að þau eigi séns í áhrif loftslagsbreytinga. Vegna þess að heilbrigð vistkerfi sjávar, þau koma til með að hafa meiri aðlögunarhæfni og minna tjónnæmi. Tjónnæmi er íslensk þýðing á orðinu vulnerability, þannig að svona mannamáli þýðir þetta bara að þau vera síður viðkvæm fyrir áhrifum loftslagsbreytinga. Þannig að því heilbrigðari sem vistkerfi sjávar eru, því betri málum eru þau og því líklegra er að þau nái að bregðast við þessum áhrifum loftslagsbreytinga. Þannig að það gefur þá bara auga leið að ef þið skoðum svo myndirnar hérna fyrir aftan, að séu vistkerfi hreinlega að kafna úr plastmengun, að þá eru þau ekki í sínu besta standi. Og það er ekki bara þannig að það sé þannig að þegar dýrin innbyrði plastið að það séu skaðlegir afleiðingar þar, þó að það sé vissulega raunin. En rannsóknir hafa bara sýnt að bara svona litlu hlutir sem við sjáum ekki eins og örplasti sem við þekkjum nú öll, það getur verið innbyrt á neðstu stigum fæðukeðjunnar og þar með eiturefni sem því fylgja getur að magnast upp fæðukeðjuna. Og svo hafa rannsóknir líka verið að sýna að örplast hefur neikvæð áhrif, getur haft neikvæð áhrif á vöxt og ljóstillífun smáþörunga sem oftar en ekki er grunnurinn að fæðukeðjunum okkar. Þannig að það gefur bara augaleið að það skiptir rosalega miklu máli fyrir heilbrigði vistkerfanna að við höldum plastinu í lágmarki. En plastmengun er náttúrulega bara einn af mörgum álagsþáttum sem við setjum á hafið og umhverfi hafsins. Og eins og segi, plast er náttúrulega bara eitt af því. Önnur dæmi eru bara ofveiði. Ef við göngum of mikið á stofnana okkar og ef við erum að veiða of mikið, að þá eru stofnanir viðkvæmari fyrir áhrifum loftslagsbreytinga. Og sama má segja með búsvæðinguna og svo mengunin. Plastmengun náttúrulega fellur inn í mengunarflokkinn þarna, en það er náttúrulega aðrar mengunir, annars konar mengun sem kemur til greina þarna, eða kemur til tals þarna og það er bara efnamengun, áburður, þungmálmar og þar fram eftir göttunum. En plastið er engu síður stór hluti í þessu. Og eins og ég bara búin að segja að þá eru, ef að við lágmörkum ekki þessa mannlegu álagsþætti á lífkerfi sjávar, að þá verða þau bara mun verr í stakk búin til að takast á við áhrif loftslagsbreytinga og súrnun sjávar. Og það sem meira er þetta fer líka í rauninni í hina áttina, að þegar áhrif loftslagsbreytinga eru komin til sögunar hjá þessum vistkerfum, að þá verða þau sömuleiðis viðkvæmari þá fyrir plastmenguninni eða fyrir ofveiðinni eða hvernig sem það er. Þannig að þetta fer í rauninni alveg í báðar áttir. Þannig að ég meina það er talið að 4,8 til 12,7 milljón tonn endi í hafinu á hverju ári. Það er ekkert smá. Og það er, hvað nýjustu tölur bendir til þess að við sem að framleiða núna 300 milljón tonn af plasti á hverju ári. Og einhver vilja vel meina að þessi tala komi til með að tvöfaldast næstu 2 áratugum. Þannig að ef það gerist og ef að framheldur sem horfir, að þá kemur þetta plastvandamál bara til með að aukast í hafinu, sem aftur með auknum krafti loftslagsbreytinga bara getur ekki enda vel. Þannig að þetta eru bara svona mín skilaboð og þessi tenging sem ég vildi koma til skila hérna í dag, er það rosalega mikið, eins og þið vitið, af plasti í hafinu. 80% af ruslinu í hafinu er plast og plastmengunin hefur og getur haft neikvæð áhrif á vistkerfin og lífverurnar sjávar og þá gert þær verri í stakk búin til að takast á við þau fjölmörgu neikvæðu áhrif loftslagsbreytinga. Þannig að það er bara til mikils að vinna hérna. Það er á okkar ábyrgð að lífríki sjávar stendur nú frammi fyrir gífurlegum breytingum og það minnsta sem við getum gert núna er að draga úr þessum mannlegu álagsþáttum og plastmengun er eitt af því. Því eitt af þessum þáttum sem við eigum vel að geta ráðið við. Þannig að það er bara eitthvað sem að þarf virkilega að taka til skoðunar. En já, það var ekki meira frá mér í bili. Þetta var bara svona stuttlega þessa tengingu sem mér datt fyrst í hug. Það er ekki kveikt á honum. Jú. Hæ, ég heiti Hildur. Ég las einhvern tímann að þarna þegar að plastið er að þekja svona stórt yfirborð sjávarins, þá ná sólargeislarnir ekki í gegn,
þannig að grænþörungarnir ná ekki að vaxa og það eru þeir sem að framleiða súrefnið í rauninni fyrir okkur. Þannig að þetta getur haft svo svakalega alvarlegar afleiðingar fyrir súrefnisframleiðslu. Akkurat. Og það er og það er svona fyrsta sem fólk dettur í hug þegar það tala áhrif plast einmitt á eins og smáþörungana og grænþörunga og slíkt. Þessi svona shading effects þegar það verður svona þessi skuggamyndun. En það er bara einn þátturinn. Svo eins og ég kom inn á áðan, það eru eiturefni sem koma frá þessum plastefnum sem hafa hamlandi áhrif á vöxt lífverana. Og oft á tíðum eru þetta þessar litlu lífverur sem eru bara beisið af okkar vistkerfum og lífkerfum og fæðikeðjum sem svo getur aftur magnast upp fæðikeðjuna. Og það er bara einmitt. Það er alveg fjölmargar og ég fékk nú bara 8 mínútur í dag, ég hefði ekki talað í allan dag sko. En það er fullt af birtingamyndum sem er alveg verðt að hafa áhyggjur af í þessu samhengi. Varstu með spurning líka? Eða varstu bara að tengja úr þér á Sigríður? Ég var... Mér fannst þess að það hefði verið að... Nei, kannski bara eina spurningu ef ég fyrst þú varst að gera mér orðið svona óvart. Eru reglulega mælingar hér á örplasti í sjó við hafið við Ísland? Nú bara eftir að spyrja vitlausa mannesku. Mín sérfræði kunnátta liggur ekki innan plastsins, hún meira inn í loftslagsbreytingunum sko. Ert þú með svarið við þessu? Eitt verkefni sem að mæla. Já, hæ, ég heiti Perla. Ég veit að það allavega verið að mæla, þau heita Ocean Missions og á Húsavík í Skjálfanda. Ég veit að þau að fara út allavega vikulega og taka mælingar og gagn á örplasti. En það er líka kona prófessor við Háskólann á Akureyri sem ég veit sem að skoða þetta mikið. En mætti þetta alltaf vera meira. Þá bara þegar kemur fyrir ljómandi fróðlegt og skemmtilegt. Já. Takk kærlega fyrir þetta. Næsta á dagskrá Auður Önnu Magnúsdóttir, framkvæmdastjóri Landverndar. Hún með doktorspróf í lífefnafræði frá Stockholms háskóla og starfaði lengi í líftækni á Íslandi. Áður en hún hóf störf á Landvernd, þá gegndi hún stöðu deildarforseta auðlinda og umhverfisdeildar Landbúnaðarháskóla Íslands. Er Auður komin á Zoom? Ég er mætt. Þú ert mætt. Fáum við ekki sjá þig? Ég veit ekki. Ég sé mig. Nú sjáum við þig. Allt annað að sjá þig. Gjör svo vel. Takk fyrir að bjóða mér að koma og taka þátt í þessu flotta málþingi. Ég hef ekki rétt til þess að deila glærum. Getur einhver reddað því fyrir mig? Hann reynir örugglega í tækniherberginu. Sjá, kannski þetta eitthvað stilli atriði. Gengur þetta núna? Prófum aftur. Já. Þetta virkar, takk fyrir. Já, eins og kom fram áðan, svona, eins og kom fram áðan þá eru gríðarlega mikil tengsl á milli plasts og hamfarahlýnunar og hún sem var á undan mér, sem ég er búin að glemma hvað heiti því miður, ég biðst afsökunar, hún fór yfir mjög margt af því sem ég ætla að tala þannig að ég get bara nýtt tíma til að segja ykkur frá Landvernd og gera ýmislegt skemmtilegt. En það var mjög góður fyrirlestur hjá henni. Ég heiti Auður Önnu Magnúsdóttir og ég er framkvæmdastjóri Landverndar. Landvernd eru frjáls félagasamtök. Við erum með það bil 6.000 félagsmenn og stjórnmenn okkar kjörin á aðalfundi. Mjög margir halda að Landvernd sé opinber stofnun og við teljum að það sé hluta til vegna þess að það vantar mjög sárlega opinbera stofnun sem að sinnir náttúruvernd mjög vel og af fullum krafti. Og við fyllum svolítið upp í þetta gat þessa opinberu stofnun sem að vantar pínlítið. Markmið Landverndar eru náttúru- og umhverfisvernd, endurreisn spilltra náttúrugæða, efnahagsleg og samfélagsleg velferð, en að okkar áliti þá munum við eingöngu ná efnahagslegri og samfélagslegri velferð til langs tíma með því að hugsa vel náttúruna og umhverfið. Og í fjórða lagi þá markmið Landverndar sjálfbærni heima við og náttúrulega vísu.
Ég heima og sonur minn hérna líka. Ég vona þið fyrirgefa honum. Áherslumál Landverndar eru mörkuð af félögunum og félagarnir völdu áherslumál 2019 til 2021 og þau tengjast náttúrulega öll, en þau eru loftslagsmál, náttúra og sjálfbært samfélag og síðan fræðsla. Tækin sem við nýtum okkur eru þáttaka í ákvarðanatöku sem byggir á Árósasamningnum sem einhver ykkar þekkir vonandi. Við notum mjög mikið fræðslu og almannatengsl og svo erum við með mjög virk verkefni gegnum menntastofnanir. Eitt af þeim skólar og grænni grein og það mjög ánægilegt í dag að við vorum að undirrita 5 ára samning við umhverfis- og auðlindaráðuneytið og mennta- og menningarmálaráðuneytið áframhald þess verkefnis. Ég held að sé mjög mikilvægt að við munum að loftslagskrísan orkukrísa. Fundarstjóri, mynd þú láta mig vita því ég komið langt fram yfir tímann? Örugglega ekki, en alltaf bara frá. Jú, ég gerir það sem sé. Ég óska hér með eftir því. Já, takk. Loftslagskrísan orkukrísa. Það auðvitað meira en orkuframleiðsla sem að losar gróðurhúsalofttegundir, en við erum orðin svo háð þessum ofurkröftum sem að jarðefnaeldsneyti veitir okkur. Þannig að loftslagskrísan að svo miklu leyti orkukrísa, þó við þurfum auðvitað að taka til á fleiri stöðum. Flest hérna inni vita þetta, það þarf að draga úr losun 7,6% á ári frá 2019 til 2030 til þess að ná markmiðum Parísarsáttmálan og ef eitthvað réttlæti á að vera í heiminum þá þarf allur þessi samdráttur að vera á Vesturlöndum. Við erum svo heppin, innan gæsalappa, að koronaveiru faraldurinn varð til þess að samdrátturinn varð 6% milli 2019 og 2020. Þannig að mögulega getur þessi góða vegferð haldið áfram. En við vitum það líka að aukningin í orkunotkun hraðari en aukningin í framleiðslu á kolefnishlutlausri orku sem stundum kölluð endurnýjanleg orka, en það oft alls ekki. Það þýðir að það verður eða hefur ekki orðið neinn samdráttur í losun frá orkunotkun vegna þess að það eina sem kolefnishlutlaus orkan gerir að slá á þessa auknu þörf fyrir eða þessa auknu orkunotkun. Þetta þýðir að við þurfum öll verkfæri. Við þurfum öll verkfæri sem við höfum í verkfæraboxinu til þess að draga úr losun og þar plast eitt af verkfærum. Það að draga úr plastnotkun. Við þurfum auðvitað líka að ráðast í orkusparnað, bæta orkunýtingu og draga saman þá starfsemi sem losar þangað til að finnast lausnir fyrir þá starfsemi sem að losar ekki gróðurhúsalofttegundir og hefur ekki neikvæð áhrif á umhverfið. Loftslagskrísan og plastkrísan eru líka af sama meiði. Það ekki bara það að plastið leggir til loftslagskrísunar, heldur þessi svona svipaðir hugsunarháttur sem liggur þarna bakvið sem vandamál. Annar hugsunarhátturinn sem er svolítið stórt vandamál að það hægt að auka álag á auðlindir jarðarinnar endalaust. Og við vitum það að við búum í heimi þar sem eðlisfræðilögmálin segja að auðlindirnar eru endanlegar, þá gengur þetta ekki upp. Og hitt þessi heilagi hagvöxtur, að neysla geti aukist endalaust og að neysla sé grundvöllur velferðar. Og þetta rangt og við þurfum að reyna að vinna að heimi þar sem að þessi tvö svona lögmál missa gildi sitt. Og svo náttúrulega jarðefnaeldsneyti notað til að framleiða plast, ég vona allir gera sér grein fyrir því. Losun gróðurhúsalofttegunda frá plasti töluvert mikil. Hún metin 0,9 eða næstum því 1 gigatonn árið 2019 og sú losun árið 189 kolaorkuver að svona meðalstærð. Sem sagt kolaorkuver sem framleiðir 500 megawatt, aðeins minna heldur Kárahnjúkavirkjun. Þetta þýðir að losun frá plasti árið 2019 var 2,5% af allri losun. Þetta ekkert smá magn. Þar að auki aukningin í plastframleiðslu svakalega hröð. Þessi mynd hérna til hliðar, hún úr grein Stundarinnar sem hét Plastlindarmál Íslands og kom út í október 2002 og var alveg svakalega góð. En þar sýnd þessi mynd þar sem að segja að helmingur alls plast sem framleitt hefur verið frá upphafi var framleitt eftir árið 2000. Og eftir árið 2000 þá gerðum við okkur grein fyrir, kannski ekki eins vel og við gerum núna, en við gerðum okkur grein fyrir áhrifum plasts á umhverfið. Við gerðum okkur grein fyrir neikvæðum áhrifum. En
en samt sem áður er svona svakaleg aukning. Og þar að auki spáð áframhaldandi aukningu í plastnotkun og það þýðir að árið 2030 gæti losun frá plasti orðið 1,3 gigatonn, sem líka svakalega hátt. Þetta eitthvað sem við verðum að bregðast við. Mjög hratt, hvað skýrir losun gróðurhúsalofttegunda frá plastinu? Hún kemur frá öllum skrefum lífsferilsins, eins og var komið inn á hérna áðan. Plast er búið til úr jarðefnaeldsneytum, þannig að losunin kemur úr vinnslu jarðefnaeldsneyta og flutningi af þeim. Þau sem að þekkja jarðefnaeldsneyta iðnaðinn vel vita til dæmis að við fracking þá losnar mjög mikið af metani út í andrúmslofti sem mjög virk gróðurhúsalofttegund. Það kemur töluverð losun frá hreinsun og framleiðslu, hreinsun á jarðefnaeldsneytinu og síðan því að breyta því í fjölliðurnar sem að plastið úr. Síðan kemur töluverð losun frá úrgangsmetani og þá skiptir mjög miklu máli hvernig úrgangurinn meðhöndlaður. Við ófullkominn bruna og lélegan bruna þá losnar mjög mikið af gróðurhúsalofttegundum. Við endurvinnslu losnar líka töluvert af gróðurhúsalofttegundum og svo þetta plast sem við vitum ekki hvað verður sem að kannski ekki að segja niðurbrot en eiginlega rangt orðan, þetta er bara svona dettur niður í minni og minni einingar en þegar sólarljós skín á hérna plastið í hafinu og það hitnar, þá losnar gróðurhúsalofttegundir frá því. Og að auki, eins og var komið inn á hérna áðan, að þá eru lífverur sem gegna mjög mikilvægu hlutverki í kolefnishringrás hafsins verða fyrir miklum áhrifum af örplasti. Þetta ennþá verið að skoða. En hvað getum við gert? Við þurfum náttúrulega bara að skrúfa fyrir plastfram. Það er bara það sem þarf að gerast og við verðum bara að sætta okkur við það. Við mögum ekki gleyma því að plast er dásamlegt efni og það er mjög margt gott sem að plast gerir fyrir okkur og við notum plast á mjög margan jákvæðan hátt. En við þurfum að koma upp hringrásarhagkerfi. Þannig að það plast sem við notum, það geti aftur farið inn í hringrása. Og við hjá Landvernd höfum verið að kynna neysluþríhyrninginn. Það er að við nýtum hann þegar við erum að taka ákvarðanir hvaða vörur við ætlum að kaupa eða hvort við ætlum að kaupa þær yfir höfuð. Og þetta á við einstaklinga jafnt sem fyrirtæki stofnanir. Það er að segja að við þurfum að endurhugsa það sem við erum að gera. Við þurfum að afþakka þegar við getum afþakkað. Við þurfum að einfalda ákaupa minna. Við þurfum að endurnýta allt sem við eigum og neyðarúrræðið er síðan að endurvinna. Og síðan kemur auðvitað ekki til greina að grafa ruslið í stóru holu í garðinum. Ég veit ekki alveg hvernig ég er á tíma. Þetta er allt í góðu, ok. Við erum með kerfi sem er að mörgu leyti gott en að einhverju leyti gallað. Við erum með úrvinnslusjóð sem á að sjá að svona vörum sem við viljum að sé skilað inn aftur eins og plasti að það komi inn til endurvinnslu. Það eru mjög mörg tækifæri þarna. Við sjáum til dæmis að fleiri flokkar geti borið úrvinnslugjald. Það sé hægt að bæta stjórnsýslu, breytt fyrirkomulag, þannig að markmið með þessum úrvinnslusjóði sé að draga úr plastmengun. Úrvinnslugjaldið má hækka. Við teljum að það þurfa að vera mjög aukið gagnsæi afdrif plast sem safnast til á Íslandi. Við sáum í úttekt Stundarinnar að við gerum okkur enga grein fyrir því að plastið okkar sem við setjum í endurvinnslu síðan að bara litlu leyti endurunnið. Og svo megum við ekki gleyma því að það engin ein stór lausn. Það eru margar litlar lausnir sem þurfa að koma saman. Og aftur þurfum við að muna það að besta leiðin til að draga úr plastmengun að draga úr notkun á plasti. Og þetta lykilatriði. Við getum aukið framleiðenda ábyrgðina en framleiðenda ábyrgð ábyrgð þeirra sem að framleiða plast eða selja vörur sem innihalda þeir með plasti. Það sé á þeirra ábyrgð að plastinu sé síðan skilað aftur inn í hringrásarhagkerfið, í versta falli til endurvinnslu.
Það eru margar atvinnugreinar sem geta dregið úr sinni plastnotkun og aukið endurvinnsluna eins og sjávarútvegur og byggingariðnaðurinn. Það til fyrirmyndarverkefni sem fékk verðlaun hérna áðan með fyrirtæki sem endurvinnur rúlluplast. Þar náttúrulega rosalega stór vandi sem verið að kljást við og bara mjög vel gert hjá þeim. Síðan þurfum við kannski að ná smá fræðslu neysludrýgingin eða hringrásarhagkerfið og finna raunverulega lausnir á hringrásarhagkerfinu eins og Pure North Recycling að gera. Það möguleiki að gera plastnotkun erfiðari fyrir að setja gjöld á plast eða hreinlega annað plast eins og umhverfisráðherra kom inn á hérna áðan og hefur verið gert og það svona einn og einn sem nöldrar yfir þessu en ég held að flestir séu bara ánægðir með plastbókabannið og pappírsrörin. Síðan þurfum við að leggja töluvert í það að finna nýjar lausnir vegna plast sem nauðsynlegt. Plast gerir mjög marga góða hluti. Það léttir til dæmis farartæki, það nauðsynlegt í sjúkrahúsvörur, þar sem einnota plast eitthvað sem við viljum alls ekki vera án og þar eru mikil sóknarfæri fyrir skapandi fólk. Ég vona ég hafi ekki farið allt og langt yfir tímann og ef það eru einhverjar spurningar þá bara endilega, en annars hægt að fara inn á heimasíðu Landverndar, það töluvert af upplýsingum og svo má alltaf skrifa mér eða Tryggva formanni Landverndar tölvupóst. Einhver ein spurning snöggt til hennar. Hér réttir engin upp hönd eins og allavega. Þá bara þökkum við þér kærlega fyrir ljómandi fínt og upplýsandi erindi og gangi ykkur vel að vanda. Takk fyrir. Takk. Næsta dagskrá eru umræður. Einhver sem vil segja eitthvað eða eitthvað slíkt? Allir bara að fara að vera svangir í kvöldmatinn sinn og svona. Frekar umræðalaust bara. Þá ætlum við bara að bjóða Perlu Gísladóttur, gjaldkera hjá Ungum Umhverfissinnum að halda stutta hugveki í lokin. Gjörðu svo vel, Perla. Það eru hérna, já, íti ég bara á eitthvað takka. Já, bara þannig. Held ég, ef að... Hvað átt? Veit ekki hvernig þetta gerist. Svona? Ok, frábært. Má sjá. Hæ, kæru gestir. Perla heiti ég og ég hef fengið þann heiður að tala fyrir hönd ungra umhverfissinna hér í dag. Mér langar að byrja á því að óska verðlaunahöfum innilega til hamingju og í raun og veru ykkur öllum sem að leggja ykkar plóg og vogaskálarnar. Við í Ungum Umhverfissinnum, það er vist þessi skjári á, við höfum kannski verið eitthvað mest áberandi undanfarið með verkefnið okkar Sólina. Ég ætla ekki að tala neitt einkunnir eða slíkt hér en hvet ykkur að sjálfsögðu til að kynna ykkur þær sjálf heima. Við erum 1200 félagar í Ungum Umhverfissinnum með það markmið að vera vettvangur fyrir ungt fólk til að láta gott að sér leiða í umhverfismálum. Og já, en mér langar eiginlega að nýta tækifæri hér í dag sem talsmaður ungs fólks og fá að vera með smá hugvekju kannski von og það að láta sig dreyma og þegar draumar verða veruleika. Ég svo heppin að vera sjálf arkitekt, ég lærði sjálfbærni arkitektúr og að læra haffræði hér við Háskóla Íslands. Það reyndar ekki hægt að læra það, en það efni í annan fyrirlestur út af fyrir sig. Ég lærði sjálfbærni arkitektúr þar sem að ég svo heppin að fá að teikna draumana og mér langar svolítið að tala það að vera ungur en að geta lifsið svolítið að drauma og vera svolítið djarfur. Myndin sem þið sjáu hérna, hún af bachelorverkefninu mínu. Og það sem ég stuttumáli sagt, þá það ákveðin hamfara útópía. Við fengum það verkefni, bekkurinn minn, að teikna á staði sem heitir Væle á Ruslahaugum. Mér fannst þetta heldur leiðalegt verkefni. Hinn bekkurinn fékk að fara til Havana á Kúbu í 3 vikur og teikna verkefni þar.
Þannig að ég og partnerinn minn við ákveðum að taka þetta vonda case sem Væli og gera það ennþá verra. Væli er í mikilli flóðahættu, bæði vegna fjalla og fjarðarins sjálfs og við ákveðum að teikna verkefnið okkar inn í framtíð þar sem að flætt hefur yfir borgir og bæi. Húsin eru orðin að eyjum og þökin eru landið sem við ætlum að flytja á. Í verkefninu sem var algjör æfing í slíkri útópíu hugsun eða hamfara útópíum eins og Rebecca Solnit kallar það, disaster utopia, þá fluttum við fólkið upp á húsþökin. Öll framleiðsla á nýju efni hefur verið hætt og efnið fyrir hringi. Íbúarnir veiða plast í net úr sjónum þar sem lítið er af fiskum eftir. Plastið er eina virðið, það fjársjóðurinn og úr því byggja þau húsin sín og hafa lífsviðurværi af. Þetta verkefni þar var líka garður þar sem þeir ræktuðu matinn sinn sem að sjálfsögðu var síðan nærður með þeirra mannlega úrgangi. Verkefni var algjör útópía og mér langar kannski að kalla það, algjör stórkostlega barsleg hugarflugsæfing, en ég vona engu síður að hún geti kannski verið okkur smá innblástur. Og mér langaði að minnast á, ég hlustaði á einn af formennum flokkana í sjónvarpinu daginn, þar sem hún var spurð út í það að þau vilja notast við velsældarvísa frekar en hagvaxtarmælingar til að mæla velgengni samfélagi okkar og hún var hreinlega spurð út í það hvort það væri ekki ákveðin útópía, svo tilhugsun. En mér fann svarið hennar eitthvað sem ég langar svolítið að fagna og sem ég sá sem svolítið vendipunkt sjálf. Hún sagði að það hlýtur að vera útópía að halda það að við getum haldið áfram á þeirri braut sem við höfum verið á eins og ekkert hafi í skorist og án þess að ætla að gera neitt. Það hlýtur að vera útópía að halda það þegar við sjáum krísurnar svo augljóslega fyrir framan okkur og í hvað stefnir. Og þannig að mér langar eiginlega að þakka henni fyrir þau orð, en mér langar líka að þakka fyrirtækjunum sem hér hefur verið minnst á og verið verðlaunuð. Ég teiknaði mína útópíu árið 2019 en ég er búin að sjá hér í dag dæmi fyrirtæki sem gera svona útópíur að raunveruleikanum okkar og ég vona að við séum komin á þann stað að gamli draumar þess konar útópíur séu orðnir að raunveruleika og mér langar að þakka ykkur kærlega fyrir öllum ykkar framlag þar og innilega til hamingju og megi ennþá fleiri útópíur verða að veruleika. Og sem, talsmaður ungs fólks langaði mig líka bara að minna ykkur öll á og hvetja ykkur til að halda áfram að halda í vonun ykkar því ég held að hún sé svo sannarlega mikilvægasta verkfærið í þessari baráttu. Takk fyrir. Og til hamingju með glæsilegt verkefni sem Sólin er. Hafið einhverjar spurningar til Perlu eða? Ég hef ekki bara búið til útópíuna hennar til framtíðar, það er ekki ágætt. Þá held ég að segja ekkert fleira á dagskrá, við bara óskum verðlaunahafanum kærlega innlega til hamingju, ætla ég að segja, og höldum áfram að gera heiminn á betri stað. Takk fyrir okkur í dag og gangi ykkur vel það sem eftir lifir plastlaus september og megi það vera plastlaus október, nóvember og svo framvegis líka. Takk hérlega fyrir í dag.